Ég bara mjög ánægður með það líf sem í starfinu. Það landsfundur núna eftir rétt 1,5 mánuð. Ég sé að það mikill kraftur í öllum nefndum og við erum með góða formenn til þess að leiða starfið og þeir hafa síðan brotið nefndirnar upp í minni hópa. Allir geta fengið að vera með, líka þeir sem hafa aldrei komið áður og sest í þessar nefndir. Já, við tókum snemma í vor ákvörðun að skipta sig niður í 6 hópa og það landbúnaður, sjávarútvegur, iðnaður, ferðaþjónusta, skapandi greinar og svo erum við með viðskiptanefnd, viðskiptahóp. Þetta náttúrulega mjög dýnamískar umræður. Þetta mikill fjöldi og mjög ólíkar skoðanir innan Sjálfstæðisflokksins en samt ákveðin samhljómur. Varðandi þá kosti sem að framöndun eru í okkur standi boða í peningamálum, þá finnst mér að ræða alla kosti fordómalaust, saman hvort það áframhaldandi króna eða upptaka annars gjaldmiðils. Og meðan stjórnvöld beinlínis hindra fjárfestinguna með þessu bröltu öllu saman og þessari óvissu sem uppi í okkar lykil atvinnugreinum, þá náttúrulega fer hagvöxturinn ekkert í gang. Það brennur á okkur að við nýtum þau tækifæri sem eru í heilbrigðisþjónustunni í dag og við viljum sjá svona meiri samlegðar áhrif þar sem það hægt og það bara hræðilegt að horfa á hvernig heilbrigðisráðuneytið eða velferðarráðuneytið í dag hefur ekki nýtt tækifærin í allan hennan tíma hafandi haft tillögurnar tilbúnar þegar þau koma að borðinu. Það er virkilega vel mætt í alla hópa og bara léttur og góður andi. Ég á vona því að bara þetta input frá þessu fólki sem mætt að það efla Sjálfstæðisflokkinn, ekki spurning og við þurfum að hlusta.